Hörðu, ég gleymi einu. Held ég, nei, ekkert að gleyma þið. Þetta ógeðslega gott. Takk. Það bara gleðileg jól. Góða kvöldið. Velkomin í þáttinn svo þó þið séu ekki hérna. Ég finn fyrir ykkur. Það er að koma jól. Stutt í þau. Ekki fyrir mig, fyrir ykkur þegar þið horfið á þetta. Þá er bara rétt að koma jól. Ég er náttúrulega að vinna með að koma dósamatnum út af íslenskum jólaborðum fyrir 2020. Hashtag koma dósamat út af jólaborðinu 2020. Ferskur matur. Reynum að gera það. Þannig að ég ætla að búa til salat. Þetta verður örstuttur þáttur af því ég ætla ekki einu svona elda í þessum þætti sko. Þetta verður kannski nýtt met í stuttum þætti. Þannig að teljum bara í það. Ég er með tvenns konar salat. Það er svona laufsalat. Svona pretty basic salat myndi ég segja. Og svo er ég með hérna þetta beiska rúkola. Það er mikið svona pepri bragð. Rósa gott. Il primo sale. Og svo er ég með manchego sem er spanskur ostur. Þetta fáið ábyggilega í ostabúðinni held ég. Hnetur, ég man ekki hvað þeir heita. Þetta finnst mér rosa jólalegt. Ég veit ekki ekkur, en ég kalla þetta alltaf heilanhneturnar út því innan í er þetta eins og heili. Ólífuolía, balsamic vinegar, smá salt og pipar. Þetta er bara komið. Byrjum á því að búa til hérna vínegrettuna. Ég sé ekki að ljúga ykkur að þetta sé spanskur ostur en ég er nokkuð viss. Kemur allan spánskt fyrir sjónir. Ég elska það mjög. Ólífuolíu og svo balsamic. Svona. Það setja smá af sítrónu hérna út í. Nú út af flutningunum þá er ég ekki með hamarinn og ekki neitt hérna. Hvernig á ég að opna? Þetta er ekki ráðlaust og að hamarinn sé ykkur öðru húsi. Þetta er mér sem miklu betra heldur en hamarinn. Gott að skera mann svona einhverjar skorður. Eins og til dæmis bara að taka hamarinn úr menginu. Og þá fær maður svona hugmyndir. Það sem er bara næsta dagskrá er að svo köstum við þessi til þannig að þetta er að kóta öll blöðin almennilega. Það er líka þetta að ricotta. Mér langaði einhvern veginn í þennan núna. Smá svartur pipar. Og voilà. Salat tilbúið. Það verður nú að smakka.
Einfalt salat. Þetta er létt og laggott. Og yndislega fallegt. Ég get trúið að setja smá appelsínuburk yfir. Þetta er svakalega gott. Bara svona grænt salat á borðið. Ekki flókið mál. Bara takk fyrir að fylgjast með. Gleðileg jól. Þetta er seinasta sísonið að sofa hérna uppi í þessu stúdíu, þannig að ég er mjög ánægður að geta kvarta í svona jólabúning eins og það er núna. Ég hlakka bara til næsta árs. Sýningu nýja stúdíu. Like þetta og share, ekki gleyma því. Það er besta jólagjöfin mín. Sjáumst.